Verið velkomin í Game TV. Það sérstaklega gestur í þættinum í dag í tilefni af útgáfuleiksins UFC 2 frá EA Sports. Þá fengi Gunnar Nelson sjálfan. Velkomin. Takk fyrir. Og ástæðan hérna að ég búinn að skora hann í barda. Ég búinn að búa til sjálfan inn í leiknum. Hvernig líst þér á þetta? Þetta er hann creepy það gaurinn sem ég er. Já, mér finnst þú eiginlega að vera eitthvað skrítinn. Myndirðu færa þig og myndir mæta þessu gaur í hringnum eða? Ég er ekki frá því sko. Þú myndir ekki vilja fara með þessum í gólfið? Nei. Ég labbaði inn og leita sjónvarpið þá hugsaði ég bara, hver er þetta eiginlega? Já, takk fyrir það. Þetta þú kannast ekki við það nú sem UFC heiminum. Nei, akkurat sko, þetta er alveg svona eitthvað psycho-eyes sko sem ég hef ekki séð áður. Ég er líka rétt að byrja sko. Ég er bara, hvað heldur ég myndi endast lengi í hringnum? Ég er 43 ára sko. Það byrjaði einn hérna 28 ára og byrjaði bara að æfa og keppa 28 ára og hann hérna var UFC champion einhverjum árum seinna, þannig að það er allt hægt sko. Allt hægt, já. En svona við núverandi aðstæður, við erum að tala sekúndur. Ég held að ég meiri sens í leiknum. Já, ok, við skulum láta reyna það. En áður fyrir það, hvað ertu að spila eitthvað leiki svona, svona dagstæðlega? Hverju töluleiki? Já, við erum nú að spila svolítið hérna Call of Duty núna félagarnir. Já. Aðalega hann var zombie mode. Við erum alveg rosalega sko. Eru svaklegið þar eða? Já. Það í fjaramanna bara eða hvernig? Við erum eiginlega mest búin að spila tveir. Ok, já. Spilum bara split screen, talvanlega ræðir ekki við fleiri en tvo sko. Þá fer þetta... Já, verður það mjög lérakt, alveg. Þannig þið eru tveir bara í því og eru þið í nýja leiknum með það? Black Ops 3? Já, við erum Shadows of Evil mappið hana. Já. Við erum mjög fínir í því sko. Já. Síðan voru eitthvað aðeins að prófa hana hitt mappið sko. Ég er að fíla þetta vel, þetta zombie dæmi. Já, þetta er geggjað. Þetta er mjög gott. Þú líka að vera tveir, þú veist, á móti öllum hana. Já. Þú voru ekkert farið online eða? Við fórum eitthvað online og þá komum bara einhver random gæjar með okkur sko. Já, ok. Og þeir voru eiginlega, þú veist, þeir kunni ekki neitt sko. Já, ok. Voru bara fyrir. Maður þarf að gera alltaf alls konar svona rituals og missions sko. Já, einmitt. Já, þetta er... Þeir voru ekki að gera neitt sko. Já, komið meira svona vesen núna á nýja borðinu. Já, ok. Er ykkur fleiri leiki sem við verðum að spila á gegnum tíðina? Já, ég spilaði hérna War in the North í PlayStation 3. Það er hérna Lord of the Rings leikur. Já, ok. Við spilum hann líka tveir ég og félaginn minn. Ok. Við spilum fyrir þannig svona co-op-leiki. Já, mér finnst ekkert gaman að vera einn í tölvunni sko. Það er eiginlega ekki alveg. Finnst þetta mjög sorglegt? Nei, ég bara, þetta er svona meira social fyrir mig sko, við sem saman eitthvað að djöflast og... En þetta er eiginlega allt orðið þannig, þetta er rosalega mikið co-op og online og allt þetta. Slagsmálleikir, ertu ekki að spila það? Ég hef meira að spila Mortal Kombat heldur en eins og þessa UFC-leikin og Pride-leikurinn var líka... Já. Mér finnst alltaf sko, mér finnst vera svona smá, mér finnst þessir vera svolítið hægir sko. Mortal Kombat er náttúrulega ónáttúrulega snöggir sko. Maður er bara búinn að venjast því sko. Leið og ítir að taka henni þá... Já, þannig að þessi svona svara aðeins hægar í þetta stýra. Já, aðeins hægar respons og hann er svona eðlilegri sko. Já. En hvernig ertu tapsára eða eldsvári? Ég er bara að tekka, þú veist, ég er að fara að keppa þig. Ég get, ekki beint tapsár sko, en ég get samt alveg dottið vel inn í það sem ég er að gera. Ok. Þannig ég er ekkert að fara að enda í gólfinu hérna við... Nei, ég er eitthvað mikið í þessum kaffibóllaðum. Nei, ég er búinn að taka allt brottækt hérna út og allan vökva og eitthvað svona vissi. Þannig að það er að sleppa. Þetta er að sleppa. Ég er búinn að svona, já. Heyrðu, þetta er semst einvíð sem við ætlum að fara í dag. Það er Gunnar Nelson sjálfur, 14-2. Þetta stendur allt. Og svo er ég, sérðu, 0-0-0, ég er að byrja ferilinn. Ég er með 64 í overall rating, þannig að þú fær smá handicap á þetta. Þú er með 88, ertu sáttur af 100? Já, það er ekki bara fínt, ég er líka fæddur 88. Nó, ok, þetta passa vel saman sko. Svo ertu með hvað, ég hafði þetta sterkastur í stand-upinu sko. Já, með starrandi skrítið hann sko. Ég er alltaf búinn að sýna miklu meira í jörðinni sko. Já, þannig að þetta lítur samt ágætlega út, ég menn 88 er mjög gott sko. Þetta Bruce Lee sé 90, hann er í leiknum. Þannig að þú ert bara háspett frá Bruce Lee. Þannig að það er bara mjög gott. Þú ert þarna sterkastur í stand-upinu líka, sé ég. Já. Það er svona þinn vígvöllur. Já, ég er alltaf með svakalega vinstri fót. Já. Skuggalega snöggur. Já. Hann er reynda mjög hægur þessi gaur hérna, þú ættir að finna það. Þannig að við látum bara reyna á það. En það er eitt sem er kannski gera ennþá meira creepy, hann heitir nicknum með Big Daddy. Já. Finnst þér það eitthvað? Ef þú myndir heyra á þér... Það er svolítið creepy, já. Ef þú fengið símtal frá umboðsmannum, það er Big Daddy, ég er búinn að hringja, hann vil fá bardaga, myndir þú segja. Ég sé líka Big Daddy með sko, hann er 1,88 hæð og hann er 1,78 í rít sko. Er það ekki gott það?
Það eiginlega Big Daddy eiginlega hérna, sko. Það bara eins og selur. Það alls ekki hægt. Hvað er eðlilegt fyrir þennan að vera með í rít? Það vera með þessi langt í rít sem maður hár, sko. Já, ok, þetta alls ekki hægt, sko. Þetta eiginlega skömmustu. Vandrarlega stuttar hendur. Síðan eru svona margir fætarar með aðeins lengra. Ég hugsa hvar fer ég hérna? Þú hittir á kassan. Og svo getur þú ítt á 1-1 bara. Og ferðu í. Og aðeins aftur hana. Þú með eitthvað 1,83. Ég með 3 cm lengra í rít heldur en ég hár, sko. Já, ok. Það mjög eðlilegt, það mjög gott. Já, það bara fínt, sko. Ég með svona frekar langar hendur, sko. Ok. En hvað, varstu með auglýsingastofu að finna þetta nickname með? Gunni? Já, þetta er mjög vel valið og Já, mjög vel valið. Þetta var mjög bara trúður bóinn. Tíma, sko. Já, og hvernig, eitthvað saga á bak við þetta? Þetta byrjaði bara þegar ég var ungur, sko. Já, bara heiti Gunni bara. Já. Af hverju ekki? Ég var með nokkra tillögur, sko, þetta var bara, þú veist, ég var aðeins helgin að hugsa þetta þegar ég vissi ég var að fara að mæta þér. Það sé svo bara klakavélin, það ekkert sem þú hefur verið að pælja að vinna með? Þú veist, setja menn á ís, segir bara þessi gaur setja menn á ís. Það ekki? Varstu með eitthvað annað? Jökullinn, en svo var ég að pæla Gunnar Jökull, þú veist, það er gammal trommari, það kannski passar ekki. Ég var búið með Ice Hot Gun, í stæðan fyrir Ice Hot One. Ice Hot Gun? Já, ég meina, þú veist, Ice Hot Gun, er það ekki það? Helviti maður. Og svo, já, eitt hérna, já, Gunnar, því það er svona, svipað svona Gunner. Það verður svona Gunner put you to sleep, Nelson. Já. Ekki? Jæja. Þetta, ég kannski tjekkar á svona. Já, ég verð að vinna þig þá í þessum bardaga maður. En þú bara, þú veist, ég er bara Ólafur@alheimsneti.is ef það snýst hugur, þú veist, þú getur bara haft samband. Já. Þú getur alltaf fengið þetta. Heyrðu, hvað sem var að þetta? Þegar við getum að valið buxur maður, þetta er, sko, íslenski búningurinn. Hvað þetta er flott. Einhver rúnatákn og... Já. Þetta er landsliðsbúningurinn. Nei! Er hann í, er það gullbuxum? Ég fann í gullbuxum. Ertu í svona buxum með það? Er eitthvað variasjónir í buxum með það? Ég held að sé bara þeir sem eru champs sem fá gullbuxur. Ok. Nú ert að fara í gullbuxum. Já, fór í gullbuxum. Hvernig, segir mér eftir þú ert að labba inn í hringinn þarna, út úr klefanum, inn í hringi. Hvernig líður manni? Hvernig líður þér? Bara, þú ert svona ekkert mikið að spá þá eða líða beint. Jú, þú bara svona, þú veist, það er svona fiðringur í manni. Þú veist hvað er að fara á stað, sko. Já. En það er ekkert, þú hugsar ekkert, akkur valdi ég ekki borðtennis eða... Það er ekkert í því að... Þú veist alveg, sérðu? Það er flottur, maður vantar hjálmar hann enda undir. Þarna lappar inn. Hvaða random gæjar er þetta fyrir aftan? Já, vantar pappaðinn. Vantar hotnið. Vantar hotnið, alla hann inn, sérðu. Ég held að það hefði búið að leggja mikið upp úr náttúrulega sko announcernum, dómurunum, stelpunum sem halda á spjöldunum. Já. Ein heiti Britney, kannastu hana? Já. Já, hún er örugglega tekin bara beint úr þessu allt saman. Er ekki gæjarnir líka hérna sem að, er ekki Joe Rogan og Goldberg og... Já, Joe Rogan er hann inni, hann er sem karakter held ég, sem svona hidden karakter líka. Já, ok. Og hérna... Það er ég eitthvað stífur sem það. Já, svona stíft. En sérðu, léttur svo. Já. Þetta er í Staples Center sko. Þetta er náttúrulega ekki þinn heimaðurnur. Sérðu? Nei. Ég er náttúrulega með hotnið, sérðu. Beint frá Reykjavík. Það er samt eins og að sé eitthvað þegar þú sérðu augun á honum. Það er svo að sé eitthvað á. Þú vilt þú að fíla þig maður. Já, það er aðeins meiri stuð í mig. Ég gæti valið hvernig ég kem inn sko. Já. Já, ákvað að vera aðeins vera svo líf. Sérðu hvað er að njóta? Hvað er að vesenast þarna? Hann er að setja vasilín eða því sko. Ok, sérðu. Tuklaður aðeins hann. Ég er að fíla þetta greinlega mjög vel. Svo eyrun, þau eru alveg, sérðu hvað eyrun eru, ég hef ekki tekið eitt barda, þannig að eyrun eru toppmálu. Gómurinn sástu fánalitan í gómnum. Þú ert ekkert að hugsa um borðtennis núna sko. Nei, sérðu hvað hann er léttur. Hann valhoppar inn í hringnum. Þessi skrokkur maður. Ertu til í þetta? Já. Þetta er hérna að verja sig. Það er svona, þeir taka sem þú kemur til með að vera svolítið. Og hérna, sérðu. Þú er til í þetta. Svo bara lætur þú að. Já. Sjáum bara hvernig það er. 43 ára. Þetta er þinn skrokkur, þú ert svona sjálf... Já, við ég ætla að sjá þið. Ég meina, þetta er ekkert langt frá því. Já. Er það ekki? Ég meina... Sama hárlína. Já, sama hárlín. Það er þetta, sérðu. Það er alveg rétt, sko. Það er kannski eina sem er rétt. Þetta sixpackin er svona mjög vel grafið niður, sko. En
En svona, já, ég reyndi að gera eitthvað. Það þetta, sko. Sérðu, nú, sérðu. Þú voru að passa alltaf stafinu. Nei, ég ekki að fara í gólfi hérna, sko, ég búinn að spila þetta. Sérðu. Hei, heyrðu, hvað að gerast? Það í gólfið, sko. Vó, segist aldrei að spila þetta, hvað í gangi hérna? Sérðu. Ég var búinn að vara þið. Sérðu, Já. Beint í fangi á kallinu. Armtap. Nei, heyrðu. Fullguard. Nei. Já, það þess. Já, getur hérna, getur farið bara að gera upp hérna. Þetta gæði smá síðans. Ég get að klára þarna, sko. Já, það var búið, sko. Nei, heyrðu. Þetta er króksinn. Nei, heyrðu. Svona blóðgami. Koma. Vó. Nei, heyrðu, aftur niður, sérðu. Sérðu. Búm. Setup, andra. Nei, heyrðu. Þau tekur hann kóbrun á mig, sko. Það vil enginn lendi í þessu. Þetta er svolítið svona vesinn í þessu leik, svolítið flókið, sko. Þetta er svolítið vesinn. Þú ert þarna með uppi þarna bláa stafn. Er það ég? Já. Getur farið í posture up og svo bara kýlt ef þú vilt. Svolítið var. En hvað, ert þú núna bara fokkt eða? Nei, ég fer bara að gera upp, þá hendi ég þér af. Heyrðu, hvað er að gerast hérna? Ég er að fara að vera að taka inn á. Nei, heyrðu, hvað er að gerast? Tók ég bragðið þitt á þig og beint í mount. Já, það er, veitu hvað, þetta er náttúrulega bara. Hvað? Veitu hvað, Mount top, side. Ég er að henda þér af. Sérðu, við erum bara í gólfinu, séðu, nú get ég farið og klárað það. Það er reitt til að verið það, sko. Nú þarf ég að spila þetta. Nei, heyrðu, hvað er að gerast það? Áttar eitthvað á hvað er að gerast þarna í gólfinu? Nei, ég nefnilega að gólfið er ekki alveg. Það kom ekki með henn bröð sem maður þekkir alveg. Nei, heyrðu. Ég ætla að vinna á skrokknum, sjáðu þetta. Skrokkvöld. Takk úr í vindinn og svo. Sérðu. Hvar er eiginlega lífið okkar? Það er hérna uppi, sko. Það voru að passa bara staminuna, hérna rauðastrykið. Nei, hérna bláa strykið á þér. Það er bara, þú kýlur oft í einu, þá fer stamina niður. Þannig að þetta er í rauninni, þú veist, þetta er alveg bara snýst um. Já, heyrðu. Þetta er ekki hægt. Heyrðu, hvað? Sérðu? Ég er svo skjaldbaka bara á baki. Nei, heyrðu. Ég er illa farin ekki. Já, ég veit að þú ert búinn að vera að hamra á mér. Þetta er náttúrulega ekki hægt, sko. Ég lifði það fyrstu lótunum. Þannig að þetta er mjög gott, sko. Heyrðu, það er maður ísinn á bakið. Sérðu, kemur smá replay. Heyrðu, taktu þetta. Þetta var bleið. Hvað kemur meira? Sérðu? Og já, bara fótur í andlit og aftur. Það er ekki hægt, sérðu? Nei! Þetta var alltaf rosalegt. Þarna hóstu niður, sko. Já, þetta var svakar. Þegar það er round 2. Ítt á L2, halvt honum minni. Já, sjáðu, þú getur tekið hanska. Já, lesaður. Er þetta ekkert mikið, er menn ekkert mikið í þessu? Jú, þetta er oft gert, sko. Þetta gerir ég þetta ekki, sko, er það litið hóðnum? Það þykjast gera þetta, sko, síðan hílan leiðan kemur. Það er náttúrulega rosa nef í andlit bara. Ég ætlaði, þetta er að... Þú ert í gullbuxunum? Ég ætlaði að gera það núna, sko, en eins og ég sagði á þá eru svo fokkin hæg viðbröð, maður er búinn að gera svona 100 bröði. Ætlaði að kýla mig þegar ég var að taka hanskan? Ég ætlaði að reyna það, sko. Heyrðu, hérna erum við komin í þetta. Double. Sjáðu, þú getur tekið hnéð bara í... Overhundir, maður, overhundir. Sjáðu. Það er að stíga á löppinu. Er ekki köst eða neitt? Jú, þú getur farið í köst, þá ídra á... Þú tekið hérna tæ. Þú getur teikt hann líka. Hvað er tæ? Er það þetta? Já, tæklinsið, sko. Hvað er gott við það? Er það bara hnef í maga það? Nei, hérna, hné í maga það? Það er róligt. Hvernig breyka ég hérna? Það er ekki hægt. Uss. Þú ætti hérna. Hann fór niður. Heyrðu, ég get ekkert gert. Ég er rotaður.
Nei, alvöru? Það hefði náttúrulega líka verið eitthvað skrítið, ég sparkaði tvisvar í hausinu þær í röð. En hvað gerur svona, fagnar þú svona? Já, ég misti nú þessu. Jú, Hann gerir bara svona? lyfti hann ekki bara höndunum. Já, ertu þannig, Já. Ertu ekki að hlaupa upp á búrið eða neitt? Nei, ég hef nú aldrei gert það held ég. Við erum menn bara í því eftir þetta líka. Nei, þetta er rosalega. Já, við það komum sko 2 hausbörk undan þessu. Sérðu, ég kem með 1 létt í hnéð, en fæ. Ég lesi þetta 10 tvöstu niður. Já, sérðu, þetta var líka alveg, sko, ég var ekki með neina varnir, sérðu. Það lítur ítlu. Hann svektur líka. Þekkir hann að dómara eða? Er þetta einhver sem er þekktur eða? En sérðu, það sér ekki á þér. Nei. Þú ætlar að sjá augun á þeim. Já, þetta... Sérðu, gamli hann á bakvið. Þarna er bufferinn. Þetta er rosalegt að vinna bænið að geða þetta. Heimitt. Allir félagar mínir hana. Allir mætti þitt lið, beint frá Reykjavík, Ísland, grænum hettupeysum. Sérðu, Þarna er ég að fagna með einhverju gaurum sem ég aldrei séð þar. Það er bara eins og þeir að mista fluginu, hotnið þitt og þeir bara fengið einhverja menn bara með þér. Þetta var rosalegt, þeir eru fight statistics sem var að sjá hvernig þetta fór. Þú varst að vinna á, já, þú ert með sko jafnt. Ég ætlaði að fara bara í sko... Þetta er damage sem þú ert að taka. Já, þetta er damage sem ég er að taka, það var 67% höfuð. Já, það er svolítið mikið sko. Þú varst með sko 131 högg, tölvöld meira ég sko. Já. En hvernig finnst þér svona að spila þetta? Er þetta, hvað maður að segja, þetta er ekki eins og við erum í búrinu, það er bara, ég myndir náttúrulega bara að vera með fulltónusspil. Það er miklu svona hægara fyrst maður sko. Já, svona, þú veist, þetta er náttúrulega ríkala flottur leik. Já, hann er mjög flottur, glæsilegur. En maður það gerir að læra miklu meira á þetta sko. Já, það er náttúrulega fullt af bröðum, en það sem ég skótt í hann er auðvitað að detta inn í hann. En svo maður alltaf að læra eitthvað meira, nú þarf maður að fara að taka golfglímuna og við erum að fara í karriérmót, út í sin eigin gaur og farið í gegnum eitthvað svona. Já, byggt hann upp. Já, byggt hann upp á orðið meistari. Og hvað, ertu þú að gera eitthvað annað en að berjast? Já, það fer alltaf æfingasal á milli, þú ert að taka æfingarna og verða betri og betri og svo færið alltaf ákveðna áskorendur og alltaf græja það. Þú Martin spurði á hvort þú verið tapsað, það reyndir alltaf ekkert á það. Nei. En hvernig fórstu það? Ég er búinn að... Nei, ég er samt búinn að spila sko alla helgina og alla síðustu viku. Ég held að það kannski hjálpa aðeins þegar þú varst alltaf að teygja þig yfir í mínu fjölstyrningu. Já. Og líta á. Á meðan var ég bara að drita hausinu þar. Þetta er svo ekki hægt sko. Þetta er svakalegt. En ég bara þakka kærlega fyrir þetta að koma hérna og gera lítið úr mér. Það er bara mjög gott. Alltaf gaman að því. Já, takk fyrir það. Hvenær sem er. Já, þannig að þakka bara kærlega fyrir þetta og bara gangið vel í því. Hvenær er næsti bardagi? Það er í maí, 8. maí, já. 8. maí? Rotterdam. Já, og hvað, verður þú bara í undirbúningi hér eða ferðu eitthvað út til að undirbúa þig? Já, ég er að fá, það eru 3 strákar núna pro-fighterar frá Manchester. Já, ok. Og síðan er að koma strákar frá Dublin, koma eftir þeim. Ok, og er andstæðingur þinn í leiknum, veistu? Nei, ég sá hann ekki hana. Ok. Hann er í welterweight sko. Ok. En þannig að þú ert að fara í það, þú segir bara gangið vel. Já. Takk fyrir þetta. Já, takk. Unleash your refreshing citrus kick. Do the do.